reynda að nota tíman vel og lét semja mitt eigið þím. Já, þetta lag sérstaklega samið þig? Já, ég sem sagt fekk félagið minn sem var með mér í skóla til að búa til þím mig. Frábært, já. Það það sem er núna undir. Já, þetta vel gert. Það var alveg hægt að nota þetta bara í einhverju bíómynd. Já, ég veit það nú ekki. En mér finnst þetta hrikalega flott. Já, ég er rosa ánægður með þetta nýja þím. Þetta sem sagt bara mitt nýja þím. Já. Alls það sem ég mæti. Þema, segir maður það ekki á íslensku? Jó, ef ég mæti eitthvað, þá þetta undir. Þá þetta lag alltaf undir. Já, mér finnst það ógeðslega flott hugmynd þér. Já, þannig að þú veist. Hvernig datt þér þetta í hug? Ef ég lappa einhvern veginn og skemmtist að eitthvað svona nú, þá var bara þetta lag. Já. Það ekkert smá töff maður. Þetta líka sko, það eitthvað svo svalt við þetta. Hvað varstu að hugsa þegar þú baðst hann með hendi í þetta þemalag? Bara eitthvað sem töff, vekur athygli? Eina sem ég hafði fyrir mig var þetta. Já. Og svo undirstrykja hversu ákveðin ég er. Þannig þú baðst það í þemalaginu? Já. Svo mixa hann eitthvað saman og hérna. Bara hrikalega vel gert þig okkur. Já, takk fyrir það. Ég er allan ánægður með þetta þímlag og vonaði hérna að hlustendur séu með það líka. Já, þetta er... Að ég misti af síðasta þætti út að ég var að læra undir próf. Já, hvernig gekk í prófinu? Sko, málið það að ég var að læra hlut sem ég kann ekki raskat í. Já. Það heitir lífeðlisfræði. Ok. Og ég myndi segja að ég væri heimskasti Íslendingurinn, núlifandi, í líffræði. En þegar þú blandar saman eðlisfræði við það líka... Þú ert ekkert að horfa á neitt Einstein hérna? Nei, en ég get lofað þér því að sko... Ég veit meira en þú í líffræðin? Já, ég er ömulur. Já, var ömulur. Ég reyndur og nágættur núna. Og læra? Ég meina, þú veist, vissið þú að hormónin epinfrín og norepinfrín eru losur nýrnahettumerki í kjölfar boða frá drifkerfinu. Og það leiðir til aukinna hjartsláttartíðni. Já, sjálfsögum. Varst ekki með þetta fyrir hún lærið þetta? Ég er að segja, veist, ég var þroska. Vissið þú að mýosínhöfðin þurfa kalsíumjónir til að bindast tróponíu? Já, það vissi ég nú. Ég er náttúrulega búinn að stunda í íþróttir og þekki líka maður minn, sko. Ég ekki satt það, ég var svo vangju, ég bara fyrir svona nokkru dögum síðan var ég bara það illaði með að koma inn í þessu. Ég sagði bara svona, ég bara mæti ekkert í þetta. Veist. En ertu góður að læra? Gengur þið vel að læra? Nei, ég er ekki sérstaklega góður. Ég má ekki, þú veist, ef einhver lappar framhjá og segja eitthvað að Chelsea eru allir meiddir, þá svona, happiðu, hvað verður það? Ég er ekki með... Svona athyglisbrest? Ég er með svona léttan athyglisbrest, já. Já, æskilig. En velkomin aftur, Hjörvar. Takk fyrir það. Virkilega gaman að fá þig hér aftur. Ekki það, Þórunn Antonía stóð sig frábærlega hér síðasta fimmtudag. En gaman að fá Hjörpan sinn heim. Við erum með frábæran þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Og ég held að, já, svona byrjun og hæst að Brjálbryggi verður á línunni hjá mér í dag í fyrsta sinn í langan tíma. Já, er hann á lífi? Hann er á lífi og ég ætla að heyri honum í dag. Það verður stemming og ég hef ekki heyrt honum í margar vikur, sko. Okay. Það verður bara forunulegt að, já, svona, komast að því hvað Brjálbryggi er að brasa þessa dagana. Svo erum við með góðan gest sem er hingað á leiðin, hann heitir Árni Páll. Já, Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar. Já, við vorum með Bjarna Ben á þriðjudaginn sem er formaður Sjálfstæðisflokksins. Við erum á kannonur hérna. Já, það er bara rúmvika í þetta. Já, það er hérna, hvað er þetta, laugardaginn eftir, semst, 9 daga. Hárið eftir þér, Hjörvar Hafliðason. Já, ég get sagt þér að fyrir svona 10 ára síðan, þá var ég svo involveraður í svona kosningakjaftaði, sko. Já. Að þetta var eina sem ég pældi í. Já. Ég hef einu sinni farið all in í svona kostningarögli. Það var þegar Hjálmar Jónsson, pabbi besta vinur minns, var að bjóða sig fram á Sauðárkróki. Þá fór ég líka all in, sko. Þá var ég að skuttla liði bara hinga og þanga til að svo að geta kosið. Ég var að sækja fólk út í sveit og eitthvað. Já, ég get sagt þér það þegar ég var hérna, mátti ekki kjósa, 96, þá var ég 16 ára að vinna í Sandgerði. Þá labbaði ég með nokkra gæja á fiskvinnslunni til að fara og kjósa Óla Ragnar. Ég var svo grjótarður stuðningsmaður. Það hefur alltaf verið hans maður. Já, þannig lagi. Hann er á spítal hér, eða ekki? Já, allan að reddaði ég honum henni í sög. FM 95 blöð. Já, það er rétt. Svo er ég með nýtt handekur sem ég ætla að vera með svona á meðan á það er fest. Það heitir Gettu blöð. Það er búið að vera alltaf á þriðjudögum. Þá kemur Logi Bergmann. Ég ætla að vera með svona litla útgáfa Gettu blöð hér alla daga vikunar. Þar sem ég spyr ykkur 5 svona pubquiz spurninga. Svo ætlum við að fara yfir stóra Vá-málið. Vá er... Já. Og ég fæ góðan gest, já, Hjörvar Hafliðason mætir hér á eftir og ræði það. Annar Hjörvar Hafliðason. Svo erum við með Sturla staðreyndir, það er flottulega-keppnin og, já, bara smá þema í flottulega-keppnin í dag. Já, við skulum ekki segja strax hvað þemað er, en þemað er grjóthart. Eins og það heyri kæru hlustundu, það er komið sól aftur, snjórinn er farinn
og já, við strákanir erum í stuði. Það ekkert flóknar að það. Ég get ekki bara fundið ástina eins og hún segir Feel the Love, krakkarnir í Black Eyed Peas hérna að ljúka leik. Já, ég finn hana. Voru þið ekki örgulega krakkarnir í Black Eyed Peas eða? Nei, það Will.i.am og einhver vingun hans. Ok. En, þú veist, segðu bara Black Eyed Peas eða þú vilt. Já, ekkert mál. Will.i.am var náttúrulega í Black Eyed Peas, þannig. Já, hann hættur í Will.i.am? Nei, hann í Black Eyed Peas, þannig að þú varst á réttir leið með þetta. Hvað upp á Black Eyed Peas lagið þitt? Ætla að segja ekki, ég á svo góða minninga við það, Tonight's gonna be a good night. Hvað upp á lagið mitt? Hvað er með það? Líka það. Eða það? Við hefum sama uppáhalds Black Eyed Peas lagið. Það er ekki oft sem að við hefum sama uppáhalds lagið með einhverjum. Jú. Þetta er náttúrulega rosalega erfitt að keppa við þetta. Ok, uppáhalds lagið með Lou Bega. Mambo No. 5. Wow. Nei, skulda mig góð. Það var hvað líkið þeirra að gera tónlist maður. Wow, ekkert smá. Wow, ok. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö. Og uppáhalds lagið með Eagle Eye Cherry. 1, 2 og... Save Tonight. Save Tonight. Celebrate come tomorrow. En það er komið að slúðri og ég ætla að byrja slúðupakkan á henni Rihanna. Það er nú ekki fyrsta sinn sem að hún kemur fyrir hér í slúðrunni hjá okkur. En já, hún er búin að vera að cancela nokkur tónleikum upp á síðkasti og nú síðast bara á mánudaginn sem að hún þurfti að cancela tónleikum í Houston, en nú vilja slúður blöðin að núti meina það að ástæðan fyrir öllum þessum frestunum sé að hún sé ólétt, hún Rihanna. Og þetta, það er endur ekkert búið að staðfesta eitt eða neittir og kannski er þetta bara eitthvað algjört rugl, en já, það eru fleiri en eitt og fleiri en 2 blöð farin að svona henda þessu fram að já, hún sé ólétt, þessi söngkona. Já, hver er pappin? Ætla að sé þá ekki Chris Brown við bjóðurinn. Já, King Chris Brown. Svo er það hér Edward Norton, hann er orðinn pappi og við hér í FM 95 Blö óskum honum til hamingju með það. Hans fyrsti krakki kom, já, núna núna í fyrradag. Já. Það er skemmtilegt. Nei, hann kom í mars. Nú, ok, voðalegri seinir með þetta. Þetta var ekkert sérstaklega. Nei. Allt betri dag, ok. Edward Norton is a first-time father. The actor and his fiancée, Shauna Robertson, welcomed a baby boy in March. Allavega, hann var pappi til hamingju, Edward. Svo er það, já, þetta hérna slúður fannst mér, ég ætla að gott að hafa þetta með mér í þessu. Já. Fyrirrandi kærasti Shakiru er að lögsækja hana núna og vill 250 milljón bandaríkjadollara því að hann vil meina að hann hafi orðið, já, þessi honum að þakka, hún var þessi súperstjarna. Hann var í umboðsmanna teimi hennar, en hann var ekki umboðsmaðurinn hennar. Og já, það er svona ljót hvað sem var réttarhöld framöndan, þar sem að Shakira sagði nú síðast bara að hún hefði búið honum starf því að hún vorkenndi honum því að hann var atvinnulegur þegar þau voru saman og það fór alltaf í töðurálm að hún væri fræg söngkona en að hann væri ekki að vinna neitt. Já, þetta er svona, oft hefur þetta verið hináttir, sko. Já. Svona að reyna að líma sig okkur frægan og reyna að slíta einhverju seðla á hann, sko. Já, nákvæmlega. En þetta hún er náttúrulega í dag nýbúin að eignast barn og er með Gerard Piqué, leikmanni Barcelona. Jú. Það er ekki eitthvað pathetic við þetta. Já, er það ekki. Svona af görnum. Jú. Líka 250 milljónir dollara. En er hann ekki að sækjum 250 milljónir dollara? Hann fær kannski 3 milljónir dollara? Já, getur verið. En svo er lokaslúðrið og það er að, já, vini mínum, Peter Dinklage, veistu hver það er? Peter Dinklage. Á ég að vita hver það er? Nei, ekki þú að heyri nafnið, en það er dvergurinn í Game of Thrones sem er heldur betur slegið í gegn og er orðin, já, gríðarlega eftirsóttur leikari eftir að hafa slegið í gegn bæði þar og öðrum þáttum. En hann var í viðtali hjá Playboy nú á dögunum þar sem að hann, já, viðurkenndi að hún finnst mjög skrítið að konur varu byrjað að tala um hann sem kyntákn og hann trúði því ekki og sagði orðrétt af hverju ósköpunum að ég trúi því að ég sé kyntákn og að konum þykir ég sexy þegar ég veit að það myndi alla daga frekar hoppa á mann sem er 6'2". Hvað sem það er nú hátt, ég veit ekki. Þannig hann er með einhverju minnumáttakend að þessu. Það kemur að þessu. Já, hann finnst það kannski bara pínu kjánulegt, sko. Já. Þetta ekki að dvergar alveg verið mjög svalir. Toggi félag okkar hann á Ólafsfirði. Já, grjótharður. Hann er glerharður, mannst ekki eftir hérna dvergnum í Me, Myself and Irene. Já, líka þessi Peter Dinklage er svona stelupínu senunni í Game of Thrones, frábær leikari. En veistu hvað, þegar þú byrjaðir á slúðri á orðunum vinur minn, þá hélt ég nú að væri að fara að tala um slúðri sem ég las á vísi.is í gær. Nú?
Vinur þinn, hættur í sambúð, söngvarinn og maður sem slegið í gegninni í FM 95 blöð, Sverrir Bergman. Átti ekki að segja mér frá þessu, átti ég að þurfa að lesa þetta á vísi.is. Hann vinur minn. Átti ekki að ringi mig og segja mér þetta fyrst. Jæja. Ég þurfti nú bara áfallega hjálpa þær í lasta. En málið ekki allir sexy. Það allir sexy, en þau eru bæði vinur mínir. Já. Ég þekki hann á... Þau eru bæði frábær. They go way back, ég og hún. Já. Og með mér í skóla í MK. Já. Þannig að þetta var, þú veist, áður en það kemur í blöðinauðun, þá kannski hringir í Hjörvar Hafliðason. Já, ég byrst afsökunum. En kannski frétti ég þetta bara gæla líka. Ég veit það ekki, en mér varst allavega ömulegt að ég þyrfti að lesa þetta í blöðun. Já, það er enda, ég byrst afsökunum því. 1-2 upp á slæðið með Natalíu Imbruglia. Torn. Wow. 1-2 upp á slæðið með Sverrir Bergman. Án þín. Nei, Kumela Kumela með Daysleeper. Það er þetta mjög gott. Þetta var slúðupakki dagsins. Áttu eitthvað anda okkur í lokin? Það er svo sem ekkert stórt Daniela. Brynja Norrkvist var 60. Hún reyndar lítið fáránlega vel út. Já, má eiga það. 60? Vá. Hún er að nota sama húðkrem á Ásgeir Kolbeins, það er nokkuð ljóst. Sefnilega sama ég. Veit ekki með það. En allavega þetta var slúðupakki dagsins. Förum hér í örstutt skilaboð og já, svo er það Árni Páll Brjátbreki, stóra vámálið og ég veit ekki hvað. FM 957 og Dekkjahöllin ætla að bjóða heppnum hlustendum upp á umfölgun og eða dekkja umgang á bílinn fyrir sumarið. Ég, Heiðar Austmann, mun draga út vinninga alla virka daga til 19. apríl og á föstudögum fær einn mjög heppinn hlustandi nýjan dekkjaumgang á bílinn sinn ásamt útilegukortinu 2013 og 15.000 krónur í bensín frá OB. Taktu þátt og skráðu í leikinn á fm957.is. Dekkjahöllin býður mikið úrval dekkja á betra verði á Akureyri, Egilsstöðum, Skeifunni, Skútuvogi 12 og nú einnig í nýrri og glæsilegri vefverslun á dekkjahöllin.is. FM957 og Dekkjahöllin. Það er vor í loftinu. Stór á krana á 500 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafenni. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Af trúalegum ástæðum þá tek ég brakandi stökkt og ilmandi beikonið af hlöllabeikonbátnum mínum. Það þýðir þó ekki að þú þurfur að gera slíkt sama. Hlöllabátar, sérsniðin skyndibiti að þínum þörfum. I feel like there's something in this house. Frá höfundum Scary Movie, Scary Movie 2, Scary Movie 3 Scared? Lizzie, sweetie, there's nothing to be scared of. Og Scary Movie 4 kemur Scary Movie 5. I've come back from worse than this. Frumsýnd 19. apríl. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í apríl. 40% afsláttur af bílaþvotti hjá Splars, 25% afslátt í skemmtigarði Smáralind, alla sunnudaga og 10% afslátt hjá 1011. Kynntu þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snilld. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin. Resistance. Hér framöndan Brjátbreki, Sturla staðreyndir og fleira. En við Hjörvar erum komin með góðan gest hér í stúdíóð. Hann heitir Árni Páll og er formaður Samfylkingunar. Vertu velkominn. Við erum að vera svolítið pólitíski núna hér í FM 95 blöð. Já, komin tíminn til, en það rétti tíminn til að vera dálítið pólitískur. Það er auðvitað stóra kosninga framöndan eftir 9 daga og hérna hlustendur FM 957, þeir þurfa að kjósa eða kjósa eins og annað fólk. Já, það er allavega nummer 1 og 3 að fólk kjósi. En við erum það sem við erum að gera líka, við erum að leyfa svona hlustendum að kynnast svona helstu formönnum landsins og við bara bjóðum hérna, verður velkominn Árni. Hvernig hefur það þennan, 5. daginn? Bara rosalega gott. Það ekki? Maður sé að byttu nú við, ég heyri svo í líður. Adner, við vorum að tala, lifta þessum mæknum í honum. Adner, svona, hún er þetta komið. Þú ert í frambóði fyrir hérna Samfylkinguna og þið vilja fara í Evrópusambandi. Ákvæði ungt fólk að vilja að Ísland færi í Evrópusambandi? Það sem er nú mikilvægast í því er að eiga möguleikan á að fara í Evrópusambandi. Það er að passa að loka ekki þessum dyrum. Ég held að það sé mjög
erfið staða fyrir ungt fólk að horfa fram á ef við erum að ákveða það núna að við ætlum ekki að fara þá leið næstu áratugina. Það skiptir miklu máli og upp á að búa til samkeppnishæf lífskjör að við erum með landi í höftum núna, ekki hægt að nota íslenska krónur, menn í basli með að láta endana á saman og borga á lánunum sínum og maður sér fleiri og fleiri í viðhorfskönnunum hjá ungu fólki, það eru fleiri og fleiri sem segja já, ég get alveg hugsað mér að búa í útlöndum. Og það er algjör óþæri að flytja með fótónu, það er líka alveg hægt að breyta aðstæðunum hér vonandi og gera þær betri hér. Og það er auðvitað það sem við leggjum upp með þegar við reynum til þrautar að fá eins gott umhverfi á Íslandi og mögulegt er. Þannig að Ísland geti áfram verið frábær staður til að búa og fólk kjósa að búa hér og vilji búa hér og eiga framtíð hér. Það sem ég skil samt ekki stundum, ég nú kannski ekki flókin maður að eðlisfari, en hvernig getur einn flokkur verið svona að vera að berjast fyrir því að við fyrir mér svona, en aðrið verið svona rosalega móti. Er þið ekki öll svona nokkuð gáði sem eru þarna á Alþingi? Ekki þetta bara koma sér allir saman hvað sé best? Bara svona fyrir þjóðina? Það er nú stór minnihlaup í öllum hinum flokkunum sem að vill annarkvort klára aðildarferlið eða jafnvel ganga í Evrópusambandið. Það er meirihluti kjósenda Vinstri grænna vill klára aðildarferlið, 40% af kjósendur Framsóknar. Þannig að það er bara fullt af fólki sem vill þetta. Aðalatriði sem ég vil undirstrika við fólk núna er það. Það er engin trygging fyrir því að landið verið opið land nema með því að kjósa Samfylkinguna. Við erum með eini flokkurinn sem að mun ekki veita afslátt af því að halda landinu opnu. Það verður að vera mögulegt að þetta land verði eitthvað annað en bara eitthvað lítið klíku haftaland fyrir fáa útvalda. En Seifur Árni Páll, er gaman í stjórnmálum? Er þetta skemmtilegt? Já, þetta er, sko... Svona ángríns get ég ekki ímynda mér þetta sé skemmtilegt. Ég oft hugsa þetta starf og hérna... Hann er sann keppniskap í þér og góður að rífast. Ég er að segja það, en þú veist, eins og fyrir Árna að hafa unni með Vinstri grænum. Myndirðu nenn að mæti vinnuna og vinna með Ögmundi? Myndirðu nenn að vinna... Hvað hérna, Steingrími og Sigfúsinni og... Steingrími er auðvitað nættlökur. Er ekki, þú veist... hugsaðu aldrei með ákveður fór út í þetta. Það kom alveg svona mánudegi. Það kom alveg svona dagar, skilur við, sem maður mætir inn og kannski á þinglóksins og það er verið að tala sömu litin og var verið að tala verið 3 mánuðum síðan og það er að flytja allir sömu ræðunar og maður er þess að ups, hvað dætti ég út? Og ég það var grántókvein bara. Það er stundið þannig, þú situr inn í þingsal, það er að tala um mál og þú er heyrst þetta allt og það verður stundu að það verður alveg bara uff. En sko, það merkilega er hins vegar að sérstaklega svona í kjölfar hruns þegar allar forsendur fólks fyrir daglegu lífi hrynja þá er það auðvitað þannig að það er á vettvangi stjórnmálana sem ákvarðanir eru teknar sem skipta öllu máli og það er þá sem að þú allt í einu farið þessa sterku tilfinningu, þetta skipti máli. Þegar ég var kosin á þing 2007 það hafði engin áhuga á stjórnmálum, það hlóa allir að manni, það hýjaði á mig fólk bara. Þeir lættu þetta í hug og sá maður bara viðhorfsbreytingunni í hruninu. Allt í einu fór fólk bara að snúa sig við á götu og heilsa manni og tala við mann og segja ég vona eitthvað gangi vel að vera úr þessu og svona. Og sumu leyti höfum við klúður að því, skiljið. Að sumu leyti höfum við klúður að því samtali við fólk sem var mögulegt eftir hrun. Fólk sýndi okkur mikið traust og við hefðum getað tala mikið betur við fólk og verið miklu opnari og einlægari í samtalum. Þannig að þú ert að þessu fyrir heimilin í landinu? Ég bara... Nei, ég segi svona, þetta var brandari sko, þetta heimilin í landinu er að vera svo þreytur frasi sko. Eins og maðurinn sagði, heimilin hljóma sem mjög hættulegu staður til að vera. En hvernig manneskja þurftu að alast upp? Ertu íþrótta, varstu í fótbolta, körfu? Ég var í fótbolta, ég var alveg afburðað lélegur. Varstu ekki mikill íþróttamaður? Ég hef hlaupið marathon á 3:52. Já, ok. Og ég var í fótboltastrákur, ég var bara ekki sérlega góður, ég var með fastur fyrir í Breiðablik, skilur í vörninni. Varstu Bliki? Já, komust ekki mjög margir fræ hjá mér, ólemstraðir. En ég hætti nú að æfa svona unglingsárum og þannig að, þú veist... Hvernig tónlistu strá, segjum og sett bara í bílniðinum og ert á leiðinu á Alþingi og þú ert aðeins að koma þér í gírinn, hvað setur á? Ég hef mjög svona, sko, gamaldags tónlistasmekk, sko. Óþægilega gamaldags að segja. Bítlarnir Rolling Stones bara eitthvað svona? Nei, ég er rosalega mikið Dylan, verði nú að viðurkenna. Bob Dylan, já. Það er svolítið mikið svoleiðis. Og svo, já, þú veist, mér finnst alveg opbóðslega skemmtileg
gróska í íslensku tónlistarlífi núna og rosalega margir af ungum hljómsveitum og ungu tónlistarmönnum sem er bara rosalega gaman að hlusta á. Allt á Múkisson yfir í Óibarasta og allt á milli, sko. Já. Já, líka eins og Retro Steffson og fleiri. Það alveg rétt, mikil gróska. Finnst þér ekki hjálpar það ekkert manni sem stjórnmálmaður og nú ert þú svona kannski öfugt margaðar stjórnmálmaður, þú nokkuð svalur, gefur það þér ekkert einhver atkvæði? Er ég svalur? Er það ekki? Það er mikið af þessum stjórnmálagæðum sem að líti ekki svona vel út, til og stundu stríkt á að vera svolítið tanaður. Já, nettur tjokk og ég Ég hef orðið fyrir aðkastið vegna þess. En þú mátt veistu hvað? Ferði ljósa? Nei. Ertu mikið erlendis? Nei. Þú ertu svona bara natural tan. Þetta er bara mjög einfalt. Ísland er útivistarparadís. Farðu bara í sund einu sinni. Gefur þetta? Þetta er góð. Það er mikið einelt út af þessum litarhafti. Já. Þetta er mjög fyndið, sko. Bræður mínir eru svona eins á litin og þeir verða fyrir mikið híjað af þessu og mamma mín er svona líka mjög dökk og amma mín var svona dökk þannig að þetta liggur í ættum, sko. Það er betra samt, þú ert ekki appisínnigulu, það er ekki eins og þess að reyna að vera brútt, það er strax betra. Við ætlum að fá hér 1 lag, svo tökum við hann í hraðaspurningar, já, eins og Bjarnar Ben og alla sem að hingað koma. Hér með Too Close, lag sem hefur verið miklu uppáldi á mér síðustu manni. Hann situr enn hjá okkur, hann Árni Páll, formaður Samfylkingarnar og það er komið að hraðaspurningum á kappan. Það ekki eru reglur þar, Árni? Nei, ég byrjar að svitna nú þegar. Já, ok, þetta er reyndar, við erum ekkert að fara inn og koma í bobba, það verður ekkert einhver svona fossi á DFF eitthvað, Árni Páll hatar þetta eða eitthvað svona. Þetta eru bara spurningar þar sem þú getur ekki svara rétt, getur ekki svara vitlaust, þannig að þú átt eiginlega bara svona að hreinsa hugan og segja að fyrsta sem þið dettur í hug. Erstu tilbúin? Ertu búin að hreinsa hugan? Já. Ok, þá byrjum við 1, 2 og besta bíómynd allra tíma? Godfather. Besta hljómsveit allra tíma? Hljómsveit, má ekki segja Dylan? Já, ok, gefum Dylan. Besti skyndibitinn? Hamborgari. Hvað kveikir í þér? Músík. Uppáhaldsnammi? Súkkulaði, dökkt súkkulaði. Besta lið í ensku knattspyrnunni? Arsenal. Hefur þið lent í slagsmálum? Já. Hvað drekkur Árni Páll á djamminu? Það er að kíkja á Kajan með strákanum? Gin og tónik. Ef þú mættir hitta hvern sem er í heiminum, hvern myndir þú vilja hitta? Arsene Wenger. Ég var að skamma hann svolítið. Arsene Wenger. Í hverju sefuru? Ég sef í náttbúsum. Sigmundur Davíð er? Ekki lengur á íslenska kúrnum, held ég. Uppáhalds sjónvarpsþættir? Breski Office. Er einhver í Samfylkingunni sem fyrir taugarnar? Já, það hljóti ekki að vera, það er margir í Samfylkingunni. Og hefur ekkert maður verið valinn herra skólans í þeim skóla sem þú verið í? Nei, já, bæði feitur og ljótur. Aldrei verið neitt þannig? Ok, þá við förum yfir þetta, ertu svona mikill Arsenal-maður? Að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu, segir hann, við þökkum fyrir Robby Van Persie. Takk hérlega fram og okkur þykir væntu þessa sendingu. Já, virkilega. Bara segja ykkur alveg svo það er til dæmis það sem ég ætla að ræða við það sem vendur, skilju. Að láta þessa mann fílu ekki bara húk á bekknum þennan veturinn. Klára samninginn. Gera hann bara verðlausan og flegi honum á öskuga söguna þar sem hann á heima, skilju. Þetta er alveg óskiljanlegt. Já, þetta er... En þú segir Godfather, ekki Godfather 2. Finnst þið Godfather 1 betri? Já, þú mátt alveg að 1 eða 2, menn það er alveg afgóðar. Það segir ekki svolítið, meira þess að... 2 betri, menn það var nýrómyndin, já, hún var betri. Árni Páll og Bjarni Ben eru náttúrulega ekkert ólíkir þegar þeir svara nánast öllu eins í byrjun. Þeim finnst báðum, það er svo báðir Godfather, báðir súkkulaði, báðir hamborgaramenn, en nema að þú ert Arsenal og hann er United. Þannig að þið voruð einsætt í byrjun. Þú er lent í slagsmálum, var það eitthvað sem úlingur eða var það bara um helgina eða? Mjög langt síðan, það var sem úlingur. Það var sem úlingur, já. Og já, sefur í náttbuxum. Já. Þú ert ekkert með eitthvað náttskirtu við þær eða? Nei, bara einhvern stuttur um ból, sko. Einhvern ból. Hvernig er það á litin? Þær eru röndóttar. Röndóttar, ok. Og hvað voru uppáhalds sjónvarpsþættirnir aftur?
Office, ég verð að gefa prigg fyrir það maður. Ricky Gervais, hann alveg David Brent líklega svona besti karakter sem hefur komið fram í. Ég held ég verði að vera sammála að bresku Office þættinir eru sennilega besti þættir sem ég sé. Ég held að. Fara langt með það. Hann svo gin og T sko. Gin og tonic. Það holdt að þú verður að drekka. Segir þá mikið G, rólegur á T-inu. Það fer nú allt eftir stemningu sko. En töffararnir segja þetta alltaf. Mikið G, lítið T. Mikið G, lítið T. Fá einn Guðma Torfa. Og svo varstu aldrei valinn herra skólans. En hver það hérna í samfélkingunni sem fer svona í döðunar þér? Ég bara ákvaða að það hlýta að vera einhver sem fær í döðunar þér. Það svo margir í samfélkingunni. Reyndar. En Árni, það búið að vera sannur heiður að fá þig hérna í stúdíó til okkar. Og við bara ósku allsins besta í þessari barótti. Takk kærlega, frábært að koma þess ekki. Við ætlum að fara hér 9 dagar í þetta. Og nummer 1 og 3 allir kjósi. Allir kjósi. Og við ætlum að fara hér í örstuð skilabóð, svo það Sturla staðreyndir, brjátbreki, stóra vámálið, flottulega keppnin, það alltaf að gera þetta. FM 957 kynnir Körfuboltamót Skemmtikarsins og Gatorade 19. apríl klukkan 18. Þetta einfalt. Kíktu inn á heimasíðu okkar fm957.is og skráðu þitt 3 til 4 manna lið til leiks. Stórglæsileg verðlaun í boði, 100.000 króna dagur í skemmtikarunum og fjall af Gatorade. 18 ára aldurstakmark. FM 957, Skemmtikarðurinn og Gatorade. Fullt af fjöri. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. mótni hjá Yngva Eysteims drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Hefur þú prófað pizzuna Reykjavík City á Wilsons með nautahakki, pepperoni, rauðlauk, sveppum og grænum piparkornum? Wilsons pizza, sími 581 1515. Treystum þjóðinni og klárum aðildarviðræðurnar. Samfylkingin. Látt ekki bjóða þér hvað sem er. Sendu ábendingar verðhækkanir á vertuáverði.is. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunnar. ASI. Langar þig á tónleika með Beyoncé í boði Pepsi Max? Taktu þátt í skemmtilegum leik og þú gætir unnið draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt fullt af öðrum skemmtilegum aukavinningum. Leikurinn einfaldur. Innan á öllum Pepsi Max flöskum lukkunúmer sem þú skráir inn í Beyoncé appið á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Alvöru eldgrillaðir hambúrgarar og heimalagaðar sósur. Hambúrgarasmiðjan, Grensásvegi. Dominos kynnir. Gerðist þetta á miðjum tónleikum, segir. Loksins í bíó. Réðst það bara á? Já, byggð á metsölubók Mikaels Torfasonar. Vitið þið út af hverju? Já, hann hefur ekki fengist til þess að tala við okkur ennþá. Falskur fugl. Frumsýnt 19. apríl. Vilt þú hafa áhrif á þína framtíð? Að kjósa unaður. Nýttu réttin og kjóstu. Ungir framsóknarmenn. Föstudagur Stöðu 2. Spurningabomban skemmtilegasti spurningaþáttur landsins. Frábær skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna undir öruggri stjórn Lóga Bergmans. Spurningabomban föstudagur 2010 og Stöðu 2. Stöðu 2 í liftandi háskerpu. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Ötti Blö og Hjöppi K í FM 95 Blö. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. Daginn með Thrift Shop og segum við á þetta laginu, ekkert mikið síðra. Alltaf verið ég að fíla Hjöppi, hvernig fannst þér þetta? Já, þetta nú ekki Thrift Shop. Nei, kannski ekki alveg jafn gott. Nei, það nokkuð nett lag sko. Það samt, það eitthvað töffarskapur í þessu. Can't hold us. En það komið, kæru hlustendur, að sturlum staðrendum áður en ég ringi hér í Brjánbreka í fyrsta sinn í langan tíma. Og Hjörvar, þú náttúrulega varst ekki hérna síðasta 5. þannig að þið þystir í sturla staðrendir, ekki satt? Já, mér svona, já.
Já. Það dætti alltaf inn einhver sví í mig. Já, ég heyrði það. En var það sem fór mest í töðuna við að missa þettinum og myndi missa Sturlunga staðrendu? Já, reyndar hlustaði svo bara á að setna kvöldið. Já, ok, þannig mistir þér ekkert aðeins. Nei, ekki þannig, en ég fekk ekki að kommenta á þær, sem var virkilega sveikjandi. Varstu búin að hugsa fullt af fyndnum punktum? Já, en ég með 10 handaðir og það eru fínar í dag. Já. Fyrsta karlinn sem talaði fyrir Mikka Mús á sínu tíma og konan sem talaði fyrir mínu mús voru gift í alvörunni. Já. Sturlu staðrind. Þetta finnst mér svolítið merkilegt. Já. Þetta eins og í myndinni Zoolander. Þá kærasta Zoolander í myndinni sem hann kynnist. Já. Það konan Ben Stiller. Já, hún hefur með þess að leikið í fullt af Ben Stiller myndum. Já. En ég get með þess að sagt þér eitt viðbót sem mjög skemmtilegt í svona. Já. Þau sem töluðu fyrir hvað hann, í Lion King, hvað heit pappin aftur? Já, Mustafa. Og sem sagt, kona hans í Lion King eru sömu og töluðu fyrir kongin og drottninguna í Coming to America með Eddie Murphy. Já, James Earl Jones og svo var það sama kona sem talaði fyrir. Já. Gaman aðeins, svo það næsta. Þú getur nota bæði vodka og bjór sem hársnirtingu. Ok, setja vodka í hárið. Já, þú ert búin að henda. Notar þú, hvað gerir hársnirting? Notar þú það? Ertu með shampoo og conditioner? Já, ég nota shampoo og conditioner, ég þarf að næra þetta. Já, þannig að þú ert með hárnæringu? Já, ég reyna að næra hárið mjög vel. Já. Það er mjög mikilvægt. Ok, og þannig að þú getur byrjað að nota bjór og vodka. En hvernig er það eins og fyrir þig og með fullri virðingu fyrir þér og þinni fjölskyldu? Nú erst þú sköllóttur. Það er ekkert öll fjölskylda mér sköllótt. Nei, ég er bara að segja, þú veist, mér finnst ekki það að þú sitt sköllóttur. Nei, takk fyrir það. Það er alveg að reyna. Gaman að heyra. Ég ber virðingu fyrir ég er ekkert minni vinniði fyrir viki. Nei, ég er að segja það. Og bara, þú veist, ok, þú ert sköllóttur, bara, so what, segi ég bara. Já, það er alveg komað hreint. Það er bara, fyrir mér er það ekki issue. Nei. Allir eitthvað að tala um þú sett sköllóttur. Glæsilegt. Hvað næst? Þværðu höfuð eitthvað sérstaklega? Nei. Ekkert? Nei. Þú veist hvað er það með shampoo eitthvað svona kæft það? Nei. En þú setur sápu yfir hausinu, ekki? Nei, bara ég stundum í andlitið á mér. En verður þið kallt á skallanum á vettuna? Já. Ok. Þetta við eitthvað meira það? Nei, ég var bara að velta þess fyrir mér, þú veist. Hvort að þú veist sköllóttur... En ég áður en ég misti hárið, þá var ég ekkert rosalega mikið að vinna með hárnæringu, samt. Ekki? Kannski fór það því. Já, getur verið. Oft hjálpar, ótti hjálpar sjónþinni og ákvarðanatöku. Fólk tekur betri ákvarðanir og sér betur þegar það er hrætt. Já. Sturlust það er eitthvað svona dýrseðli í því. Já, það er bara þú verður að bjarga þér. Já, ok. Þetta er skemmtilegt. Konur gráta 4 sinnum oftar en karlmenn. Sturlust staðreynd. Já. Svona meðaltali. Já. Grætur mikið Hjörvar? Allt og lítið. Allt og lítið. Það er reyndar, það er gott að gráta. Já, það er gott fyrir augun og bara svona gott fyrir líka. Það sýnir ofta með að sé svona í ágætis andlegu jafnvægi, víst. Mér líður oft, ég er ekkert mikið fyrir það að gráta, en mér líður vel þegar ég er búinn að gráta. Já, þú þurfti bara á þessu að halda. Já, stundu það maður bara aðeins að losa. Já. Hvenær fórst að gráta síðast? Ég ætla að ég sé ekki ykkur jarðaför. Ég er ekki góður eða að vera að tala um mannin eitthvað svona, sko. Nei. Það er 19 ára gamall, mistan föð, eitthvað svona, sko, þá bara svona, Það er akkurat síðast sem ég grét. Það var 3. janúar á þessu ári. Já. Það var í kvatti nafna minn. En við ætlum að fara hér í næstu. Skulum ekki fara að detti eitthvað svona. Höfrungar eiga það til að fara í drápsferðir ef þeir fá ekki nóg af kynlífi. Sko ég hef alltaf sagt það, förum að veiða þessu höfrunga og búum ekki til einhvern pening úr þessu lið. Þetta er höfrungar hafa minkað svo rosalega álitið á mér. Já, ég vil að, þú veist, bara burt með þetta Sea Shepherd og þessar hvalveiðvinni. Við fórum að veiða þetta, búa til eitthvað Svo ég lesi þetta fyrir það ensku. Dolphins have been known to go on killing sprees when sexually frustrated. Já. Því líkinn. Báðum maður að vera bara eitthvað djöfullinn maður. Þetta er í gráðum maður. Ætli það sé, já, ok, nei, ok. Þetta það sé ástæðan fyrir einhverju mass murder? Já. Nei, ég held ekki. Nei, ekki gretta, sko. Svo er það hér, það er líka að það er ömulegt bara í réttarsalum. Hvað gekk þér á? Ég er bara ógeðslega græður. Ég var bara alveg hellaður. Já, ég var hellaður. Við erum aldrei verið þunnur og... Við verum mér í mörg þúsund manna könnun viðurkendu 91% karlmanna og 84% kvenmanna að hafa hugsað sér að drepa einhvern eða sé það fyrir sér. Þannig að, ert þú í þessu 91%? Að hugsa mig að drepa einhvern? Já, eða sé það fyrir þér. Ég er alveg ég átti svo erfitt með... Maður aldrei vilja að drepa neitt, en maður sé það fyrir sér. Ég hef bara að hugsa svona dómara þegar maður var að spila sjálfur.
eitthvað svona bara, og svo kannski svona 3 mínútur setna bara svona, djúvill, maður ekki að veikum wow. Maður þarf stundum aðeins að bíða af sér. Það er líka bara ofta maður að horfa á ensku knattspyrnu. Veistu hvað, það er frábært forrit þar sem að þú getur sett inn tweet og svo spyrða þig 2 klukkutíma setna hvort þú viljir þetta tweet byrja sem er mjög sniðugt því fyrir menn sem að ráða ekki við skapið á sér og verða að skrifa eitthvað niður og verða að fá útrásina af því að það er til svo margar svona típur sem bara ráða ekki þessi tilfinningar bara henda inn einhverjum viðbjóð og bomba bara hverju sem er og svo bara, náttúrulega, bara ljúfustu menn en bara ég hugsa þessi könnun eigi vel við en ég held að bara til dæmis af hlustendum okkar að þá séu örugglega 91% kallmann og 84% kvennumann sem einhvern mann sé það fyrir sér eða hugsa svo er það hér, þetta er reyndar hálfa ógeðslegt en yngstu foreldrar allra tíma voru 8 og 9 ára og byggu þau í Kína 1910 ok þannig að maður séu ef að sko 9 ára þá væri ég sko krakki minn orðin bara 24 ára í dag er að verða það það er bara hárrétt þjóður getur bara verið besti herru hvað ég var snakk hann að bara svona minn getur verið besti vinur minn bara getur átt þá svon fættan 89 ekki sem var ógeðslegt það var jafnkvæmlega alltaf Gareth Bale getur svona ef ég hef verið jafn snöggur á þessi en þetta gerist 1910 1810 ekki 1910 samt svolítið langt síðan en ógeðslegt, skulum hætta ræða þetta við eyðum 3 árum af ævi okkar á klósettinu sturlu staðarind ég held að það sé meiri tími núna eftir að snjallsímaðir tóku við þá er allir fattar að gera svona meira úr svona klósettferðin sínum bara Twitter og Facebook og og skoða netið og vafra eitthvað á klósettinu ég er sann sko ekki það, þetta er ekkert eitthvað til að monta sig af en með tvistinn vinn okkar þegar þú ferð á klósetti ég hef aldrei verið neitt lengi nei það er, þú tekur ekkert eftir hvort því að pissa eða hendi tvist sko þú mátt alveg tala þú veist, hæðir er mjög eðlilegt ég veit það, minnst bara svo asnalegt segja ég veit að það er líka mjög svona barnlegt að ræða þetta í útvarpi en það þarf samt að ræða þessi mál þetta er bara eðlilegt ég er ekkert að segja þetta til að reyna að finna ég var ekkert heldur hefur þú verið gæðin til að taka blöð með þér á nei, pappi var mikið ég gera það mikið, þú veist ef það er eitthvað svona eins og úrslita dálkarnir í mokkanum á mánudum þá renni ég við stöðunum í öllum deildunum sko meðan ég sita það núna bara eftir að síminn tók við þá er ég alltaf með hann að renna yfir eitthvað fótboltastæðarendir mér fannst líka alltaf eitthvað hrikalega ósnertilegt við það að koma inn á klósett og sjá dagblað liggjandi á gólfinu það er bara eitthvað ógeðslegt við það og ég hef aldrei viljað snerta það er eitthvað verulega viðbúrslegt við það svo eru síðustu 2 hérna að gefa 2 þumla upp í Íran því þeir hoppaði upp í raskataður þannig að passið ykkur á því eða eitthvað leiðin til Írans í sumafrí svo er það síðasta sturlaða staðarinn dagsins allar plötur og allir diskar Jay-Z hafa náð platinu frábært, ofmetnasti tónlistamæðan tíma ekki og með þeim orðun Kynnir miðnættursprengja í Kringlunni í kvöld opið verður til miðnættis og frábærir afslættir í verslunum og á veitingastöðum það verður sannkölluð stórborgarstemning í gangi listamennum allt hús, lifandi myndastyttur teiknari, látbragðsleikarar blöðrugerðamenn, spákona og ég veit ekki hvað og hvað stemningin er hámarki þegar líður á kvöldi þar sem sálinn mun koma fram og leika fyrir gesti Í tilefni miðnættursprengjunar ætlum við á FM að gefa heppnum hlustendum 10.000 króna gjafabréf frá Kringlunni allan daginn í dag. Fylgstu með á FM og kíktu á miðnættursprengju Kringlunar í kvöld. Coke Zero, ekta kókbragð, engin sykur, bragðað á möguleikunum. Sólbóðstofan Smart, 3 staðir, 1 númer, 533 33 50. I feel like there's something in this house. Frá höfundum Scary Movie, Scary Movie 2, Scary Movie 3 Lizzie, sweetie, there's nothing to be scared of. og Scary Movie 4 kemur Scary Movie 5 I've come back from worse than this. frumsýnd 19. apríl. Nú er miðnættur sprengja í Kringlunni. Spennandi afslættir, tískusýning, frábærar uppákomur og margt fleira. Opið til miðnættis. Kringlan af öllu hjarta. Sex tonight. Oh, sure. Sam Film kynnir The Incredible Burt Wonderstone. Jim Carrey og Steve Carell eru mættir saman í einni bestu grínmynd þessa árs. I'm supposed to pass out now. The Incredible Burt Wonderstone, kominn í bíó. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirlit, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta.
Saman getum við aukið frelsi einstaklingsins til athafna, virkjað hugvit og stuðlað að fjölbreyttu atvinnulífi. Dögun xt.is Carlsberg kynnir karaoke-kvöld öll 5. dagskvöld. Górillan, Austurstræti. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Það rétt, húðflúraði flóðhest, hvað gaman hér hjá okkur Hjörvari Hafliðasinni. Það 5. dagur, 18. apríl og við erum í fantastöðu hér strákandir. Stýttist í flottilega-keppnina en það nú ungur maður sem að ég heyrði nú reglulega hér í þessum þætti og en hef ekki heyrt í honum lengi, það hann Brjálbreki. Ungur maður, ég held að hann sé nú ekki sérstaklega ungur, en ekki eitthvað í kringum fertugt. Já, hann bara fertugur. Já, hann orðið rúmlega, ég hef aldrei spurt hann hvað hann gammal. Nei, ekki heldur. Ég var að teka betur á því við tækifæri. En já, eins og ég segi þá, ég hef ekki heyrt hjá hann í langa tíma en ég ætla að prófa að bjalla á kallin hérna núna, maður. Já, ég þarf að fara hérna í símanskona, ég með svo að gleyma númerna, ég gæti nú alltaf stimplað það bara inn. En hérna, þetta eitthvað starf, við skulum, tjekka hvort að Brjálbreki svara okkur ekki þennan 5. daginn. Það nú countdown maður. Domino's pizza, 5812345 og bjóðaði þunnbotna, þykkbotna eða hoppa upp í raskatöður. Hvernig get ég aðstoð? Halló. Hvað meistar það? Brjálbreki, hæði Rauti hérna. Hei, blessar, þú mikli meistari, hvað hérna? Týndur í símanum eða? Nei, sorry maður, það bara búið svo mikið að gera, ég hef ekkert náður hringið, ég byrst afsökun á því maður. Þú samt meistari? Nó, það nú gott að heyra. Þú einn af 200 mestu meisturum á Íslandi. Veitu hvað var ég ekki 25 daginn? Þú einn af 200, en talandi meistara, leiðum við þess að tala í Gilsaran. Gilsarinn ekki? Gilsari! Hann með mér á föstudum, hann ekki hérna núna, sorry. Gilsari! Gilsarinn ekki hérna? Nei, hann ekki hérna, sorry. Ok, herru, þú veist að ég harðast aðdáðandi 2 harðra. Já, gaman að heyra. Ég með hugmynd sko, það verið kannski 2 harðir og 1 nettur, það var ég með ykkur. Það bara frábær hugmynd. Gilsarinn á besta brandara ásins, ég valdi það nú daginn. Þegar hann sagði, Ötti, okkur tekur ekki hárið á raskatinu og setur á hausina. Já, þú fylgða það. Það nettasti brandar sem ég hef heyrt á æfinni. Já, ég ekki hissa. En það svo sem eðlilegt að það sé ekki hérna hjá þér núna, því hann á leiðin í fangelsi. Því hann alltaf mikill meistari, hann á Sveppi. Ég hringdi reyndar í Sveppa og sagði við hann, jæja Sveppi, þú ert á leiðin í fangelsi. Nú? Þá sagði Sveppi, af því hann líka meistari, þá sagði Sveppi það sem ég var svo gott. Nú, fangelsi, það þó allavega öruggur staður til að vera á. Já, ok. Sagði Sveppi. Hann sagði, já. Af því að hérna, hann var náttúrulega í Suzuki auðlýsingunum. Já. Öruggur staður til að vera á. Það ekki Suzuki, það Brynborg til að byrja með, en... Já, nei, það Suzuki sem Sveppi bjóða til. Nú, öruggur staður til að vera. Nei, það Brynborg. Og alltaf þegar hringt í mig og sagt um mig hérna, ertu einhverju gellu? Já, öruggur staður til að vera á. Já, skjálfilegt. En ertu ekki brattur annars? Jú, ég svona sæmilega brattur. Ég að fara með drusluna í viðgerð okkur núna. Og hvað bíllinn bilaður? Nei, bíllinn, nei, henni búin að vera eitthvað illt í hálsinum og drefast í hálsinum í viku og við ákvæmum að fara með til læknir. Þetta viðbjör, þú talar ekki tala svona. Það væri góð hugmynd að fara með drusluna í viðgerð og að þú sé að gera eitthvað á hálsinu á henni. Já, þetta ekkert smá ósmekklegt, þú talar ekki svona um konur, Brjáln, hættu þessari vitleysu. Þetta bara vinkonu mín, það ekki eins og þetta sé einhver Ferrari. Brjáln, hættu þessu. Hei, slakað á maður. Ég er slakur. Slakað á. Já, ekki svona leiðandi dónaskap. Þetta svo sem ég var með hann daginn. Hún byrjaði svo með hann körfuboltagæðinum hann í Keflavík en svo duttuður út úr úrslitakeppninni og hún mætt eftir B.B. King. Nó, frábært. Ég doggaði hann á hann. Já, ég þarf að... Því ég er á aturleysfótun. Þá hringdi ég er á aturleysfótun núna. Þá hringdi ég Sveppa og sagði hann, herðu, ég var nú að hendi eitt ríkistiftan drátt. Af því að ég er hérna á atvinnuleysisbótum. Já, ég náðu þessu og einmitt, en hvernig helgin hér?
Helgin, hún væri mjög nett, var ég búinn að segja þér að þegar ég hitti Sigga Lög og Vala Sport. Nei. Hitti á síðustu helgi, horfði á þá, hörðu strákar, ég með íbúfenn fyrir ykkur, þið ekki örugglega með hausverk? Siggi Lög og Vala Sport. Ég veit það. Alltaf með hausverkum helgar, varstu búinn að heyra þegar ég fór í ískúðuna? Þegar þú fórst? Ég labbaði bara beint upp að borðinu, hörðu. Ég var að smakka hann Harlem Shake sem allir að tala um. Já. Hvað er í honum? Það er allir að tala um þetta. Stelpur að vinna, grenju og hlátri. Að grenju er alveg hlátri. Náttúrulega vita hver ég er að því ég er frægur. Þú lóðin stór frægur. Harlem Shake? Hvað er það bara með súkkulaðibröð eða jarðarmjölubröð eða karamellubröð eða... grenju er allir hlátri. Nóakrótt, hvað er í honum? Grenja og látri eitthvað bara, því að ég held þetta væri bara shake. Akkurat. En hvernig helgin er? Það er leitt árið að vera frægur, það er alltaf verið að slúðra eitthvað mann. Ég er ekkert búinn að bænga þessa Maríubyrtu. Ég er ekkert búinn að því, það er allir að segja það. Akkurat. Ég hef ekki komin á aldrei, svo er allir að segja að við tekið þessa sögu í 17. Hættu þessu... Við tókum hann ekkert í 17, við tókum hann í 69. Hættu þessu brjálbryggi. Ég er að grín, þetta er bara kjaftasögur mig. Hættu þessu Ég þóli það ekki. Nei, það er svona. En þú veist að spyrja hvað það er að gera helgin, þetta er frekar nett helgi. Já. Brotti félagi minn að læra að vera pípulagningamaður. Frábært. Eða eins og ég segi píkulagningamaður. Akkurat, skemmtilegt. Ég segi það. Já, nákvæmlega, fyndið. Já, mjög fyndið. Það ég er að fara að skemmta á ásatíð hjá 17 og ekki 7 á morgun. Nei, ég glemdi að segja frá því, Brjálbryggi, að það er offjæðar, þú þarft ekki að koma í það. Nei, þú þarft... Ég er að fara að fá 8 skall cash fyrir þetta. Já, en það var búið off-fæði, sorry. Þetta er með brund í hausnum áður. Heimska brunnslettu. Þetta er með brunnslettu í hausnum áður. Það er rétt af þessum sem Gilsarinn sagði. Þú ætti bara að raka hárið á raskatunum og líma á hausinn. Þetta er besti brandari sem ég hef heilt. Já, sorry, það datt út. Og þegar Gilsarinn, ég er að fara að hlusta á 2 harða á morgun. Þá verður að segja Gilsarinn það, en ég finnst þetta að vera besti brandari sem ég heilt. Ég skal skila þig til hans, en ég glemdi að segja að það er off með lögðardaginn, þú ert ekki á NTC, þannig að... En ég glemdi einu. Hverju? Skýttu þig. Allt er það. Meistari? Nei, þú ert meistari. Þú ert einn 200 meisturinn landsins. Ég var að skrifa það niður daginn. Þetta er blöndaleg þar. Já, en sko, fyrst var... Ég fór þá frá top 5 yfir í top 25 yfir í top 200. Voðalega ég að falla niður þegar alltaf. Það er svona hringjandri í kallin. Sorry, ég skal bæta úr þig. Reyndar er ég búinn að vera pínu uppbygging. Búinn að vera svona aðeins. Ég er ekki búinn að hafa mig vel. Við getum orðað að þenni, meistari. Frábært að heyra. Ég þarf að fara. Já, gaman að heyra þig, vinnur. Já, skýttir. Já, bæ. Gaman að heyra í Brjánibrega hér í fyrsta sinni í langan tíma. Fyrsta afsökunar á sumi sem fór fram hjá þeim mikla meistara. Hann er ferskur alltaf, strákurinn. Og ég hef ekki heyrt í honum í bara einhverja mánuði held ég. Það var nátt sem og heyrðir í honum. Enda var hann var æstur að heyra í mér. Hellingabröndurum og ég veit ekki hvað á hvað. En Hjörvar, áður við förum, það er flottulegakeppnin hér rétt og eftir. Og það er þetta rosalegt þema í flottulegakeppnin í dag. Manstu ekki, þemaði sem var búin ákvæði í flottulegakeppninni. Það er ekki hægt að fara frá henni án þess að vera sigurvegari. Nei. Maður vinnur alltaf. Við komum betur inn á það hér og eftir. En við erum með Gettu blöð á þriðjudum. Og þá kemur hann Logi Bergmann hérna til okkar. Og stjórnar fyrir mig og Sveppa. En nú hef ég ákveðið að vera með svona mitt eigi Gettu blöð á ykkur strákana. Það sem þið fáið 5 spurningar. Og sjá svona hvað þið vitið. Ég er að detta í pubquiz bransan. Ég er virkilega gaman að fara á pubquiz. Já, ég er saman því. Mér finnst líka gaman að stjórna pubquiz, það er mjög gaman. Já, og við erum nú stjórna saman pubquiz. Þetta er ríkilega gaman. Mikil stemningi og Steindir með mitt saman í næstu viku. Komum betur um það síðar, en ég er búinn að segja með þetta 5 spurningar og þetta er ekkert eitthvað flókið því að þá er ekkert gaman. Bæði fyrir þig og hlustundur. Ég ætla svona að sjá hvernig þið gengur. Ertu tilbúinn? Já, ég er svona vonandi tilbúinn. Ok, vertu velkomin í Gettu blöð. Takk fyrir það. Fyrsta spurning. Hvað er Adele gömul? Hvað er Adele gömul? Söngunan Adele. Ok, ég ætla að segja, hún var eignast barn núna daginn.
Ég ætla að segja að Adele sé yngri en ég. Hún fædd 1984 sem gerir hana 29 ára. Hjörvar segir 1984, það rangt. Hún 24 ára, hún fædd 1988. Þessi söngkona. 25 ára þessu ári. Já, 25 ára þessu ári, en hún á afmæli í maí og ég segja sturlaða staðreynd. Hún ári eldri en Taylor Swift. Hvað Adele einhvern veginn miklu þroskaherri bara í öllum viðtölum og hegðun og... Hefur heilt nýja lag með Taylor Swift Let's party like you're 32. Nei, 22 Nei, ég búin að breyta Við að taka það í sumar Let's party like we're 32. Ég get gert alveg þar til 8. júli. I'm 32. En allavega, þú varst 4 árum frá þarna. Hún fædd 1988, hún Adele, og verið 25 ára árin. Svo það næsta. Kelly Clarkson vann fyrstu Idol-keppnina á sínum tíma, eins og allir vita. Hver vann keppninu með 2? Ég hef náttúrulega aldrei hort á þetta Idol-dæmi. En ég átti eins og minn mann. Var það Ruben Studdard? Það hárið eftir þér. Komin á blað, komin eitt brygg. Ruben Studdard vann keppni nr. 2. Manstu hvernig hann vann? Já, nei, ég man ekkert hvernig hann vann. Ég man að hann var alltaf í ból sem að stóð á 2-2 Alabama. Já. Hann vann Clay Aiken í úrslitum. Já, ég reynda skal viðurkenna það. Af einhverjum ástæðum, þá sá ég einhverja Clay Aiken. Af því mér fannst þá gæi eitthvað svo weird. Já, hann komin úr skapnum. Ég held að það hef ekki komið neinum óvart. Það kom mér þetta mjög óvart. Hann var í samkynniður? Já, komið mjög óvart. Ok, svo það næsta. Ég ákvað að taka eina fyrir þar sem að þú ert nú mikill United maður og ef þú væri í spurningikeppni og ættir að velja svona þitt fag, myndir þú ekki segja Manchester United? Já, ég myndi líklega að segja Manchester United eða íslensku fótbolti. Já, enski fótbolti. Enski fótbolti. En spurningin hér hún svolítið erfið, ég held að þú náir henni samt. Og þetta fyrir... Það mjög niðurlegandi ef ég myndi klikka á þessu. Já, ég er ekki alveg, ég náði þessu, en ég var tæpur á að klikka á einum. Okay. Manchester United og Chelsea kepptu í meistaradeildinni, úrslitaleikinni í meistaradeildinni 2008 og hafði Manchester United betur þar eftir vítaspyrnukeppni. Hverjir tóku spyrnurnar fyrir Manchester United í vítaspyrnukeppninni og hver klikkaði? Já, það var náttúrulega Ronaldo sem klikkaði. Já. Svo Tevez og Carrick byrjuði að skora. Rétt. Svo hérna var Hargreaves sett hann í vinkilinn eins og frækt varð. Já. Nani skoraði. Já. Svo kom Andersson og vissi ekkert hvað hann átti að gera. Lokaði bara augun og neldi eitthvað og hann endaði í markinu. Já. Og þess að hann fagnaði svo geðsum. Já, dansaði og flottur. Og svo var maður sem að tryggði þetta allt saman. Það var að sjálfsögðu Sir Ryan Giggs. Þetta hár rétt þér og þetta með þess að rétt röð þér. Ég var að gefa þetta til ykkur það. Það var Tevez, Carrick og Ronaldo klikka á þriðju spinninni. Já, þetta svona kvöld sem að rennir mér seint úr minni. Ég fagnaði svo mikið þegar þetta datt all inn að ég sló Alfred Finnbogason með báðum höndum utan hausinn á honum og hann með hellu í einhverju 2 mánuði. Það þurfti að vera til læknis og allt sko. Ég stóð ekki fangið þar. Þetta var á Players á sínum tíma. Tjúlega saknaði Players. Já, gaman þegar Players var. Svo það hér næsta og hún mjög erfið. Ég ákvað að taka hana bara því þetta var í stjórnlegum staðrindum og mér fannst skemmtilega að hafa þetta hér. Okay. Fyrir hvað stendur MC í MC Hammer? MC? Það vantar eitt stafað inn á milli svo ég gefi þér. Þetta M-did og svo sé ég. Mac? Nei, það stendur fyrir Man of Christ. Okay. Það er skelvilegt sko. Svo það síðasta. Það var ég ekki með. Nei, síðasta Hollywood. Okay. Og ertu góður að þér í svona kvikmyndaspurningum? Já, ég er nokkuð öflugur í því. Þá ég meina, ég geði vísbendingu að hún klassisk þessi. Okay. Þetta ekki nýlegt. Roads, where we're going, we don't need any roads. Hvaða bíómynd? Það einhver að núti búin að ná þessu. Roads, where we're going, we don't need any roads. Hvaða bíl þurfti ekki vegi? Hvaða bíl? Herbie? Nei. Hvaða bíl þurfti ekki enga vegi? Já. Þetta greinlega mjög létt þegar þú þetta glott á þér. Já, þetta svona, hann þurfti ekki neina vegi þessi bíl, en hann fór á skrýtna staði. Þetta eitthvað bíl sem hann gæti svifið svona yfir. Svifið og ekki bara svifið yfir, hann gæti svifið aftur í tíma. Já, var það nummer 1, 2 og 3, en ég vil ekki segja að þetta sé bara back to the future. Það hár rétt þér. Já, þetta var vant hjá mér. Já, skeist aðeins þetta fyrir mér í Örstedt skilabóð. Svo er þetta handlega myndir, sko. Fannst þið back to the future? Já, þetta er svona klassískt samt. Samt ekki, sko. Ok, þú stóðst þið samt vel, ég geði það. Ég veit það ekki. Komst ágætlega út úr þessu, við ætlum að fara í auglýsingar, svo er það flottilega keppnin og þemaði sem í dag ofboðslega flott.
FM 957 kynnir sumarleik Pepsi Max. Ef þú kaupir flösku af Pepsi Max þá fylgir henni lukkunúmer sem staðsett innan í flöskunni. Þú skráir til leiks með því að fara inn á Facebook-síðu Pepsi Max á Íslandi og slá inn lukkunúmerið þitt. Aðalvinningur hvorki meira né minna en draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn. Allt innifalið. Athugið yfir 10.000 aukavinningar. Beyoncé glös, Beyoncé bólir og gjafabréf frá tónlist.is. Pepsi Max, Beyoncé og FM 957. Í kosningum hefur fólk gríðalegt vald í höndum sér. Saman getum við leiðrétt lán heimilana og afnumið verðtryggingu, fengið nýtt húsnæðislánakerfi með vaxta þaki, tryggjum fólk með kjark og þor inn á Alþingi. Dögun xt.is. Túborg kynnir. Ásgeir Trausti heldur tónleika á St. Pétri Ben á Factory föstudagskvöldið 27. apríl. Miðaverðið er aðeins 2.500 krónur og er forsala miða á Factory frá klukkan 5 alla daga. Athugið, takmarka magn miða í boði. Factory, góðar stundir. Dominos kynnir. Gerðist þetta á miðjum tónleikum, segir? Loksins í bíó. Réðst það bara á? Byggð á metsölubók Mikaels Torfasonar. Vitið þið út af hverju? Já, hann hefur ekki fengist til þess að tala við okkur ennþá. Falskur fugl. Frumsýnt 19. apríl. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. Samfilm kynnir. Frá leikstjóra Training Day kemur Olympus Has Fallen. Gerald Butler, Morgan Freeman og Aaron Eckhart í magnaðri hasarmynd. Yes, sir. Olympus Has Fallen. Komin í bíó. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 1,6 milljarða. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Górillan Austurstræti, enski boltinn, meistaradeildin og allir helstu íþróttaviðburðir í beinni á risaskjám. Nýr og ferskur matseðill og Karlsbergin aldrei langt undan. Górillan Austurstræti. Nú er miðnætursprengja í Kringlunni og svo gaman alveg til miðnættis. Nældu þér í sumarvörur á frábærum afslætti. Sjáðu það nýjasta í vortískunni og njóttu skemmtiatriða auk léttra veitinga. Kringlan, af öllu hjarta. Þú veist hvað gerist á föstudaginn, eða ekki? Jú, einmitt. Þá er dregið í Eurojackpot og potturinn stefnir í 1,6 milljarða. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Intersport á Íslandi 15 ára. 20% afsláttur af öllum skóm og barnafötum. 15% afsláttur af öllum öðrum vörum og fjöldinn allur af spennandi afmælistilboðum. Intersport. Alvöru sport. Ég segi nú bara sem betur fer Hlöll ekki með heimsendingu. Því þá færi ég líklega aldrei út rúsi. Hlöllabátar ámannabindandi unaður. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. 957, topp tónlistarstöðin. Rihanna hér með Where Have You Been? Ég sagði frá því í slúðurinn áðan að já, það er ykkur slúðurblöð þarna úti sem vilja meina hún sé ólétt og það sé ástæðan fyrir að hún sé að cancela tónleikum eða hætta við tónleika. Ólétt og Justin Bieber væri pappin. Það væri nú saga til næsta bæðar. Já, ekki, það væri saga til bara næsta lands, eða ekki? Jú, segjum það, næsta bara heims. Já, er Justin Bieber, er hann kani eða er hann kanadamaður? Hann er kanadamaður. Hún er frá Barbados? Já, Barbados. En amerísku ríkisborgar eða ekki? Jó, það held ég alveg potið. En það er hins vegar komið núna að flottulaga keppninni, kæru hlustendur.
og það ekkert smá þema í gangi í dag. Fyrir ykkur sem hafið ekki heyrt flottulega keppnina áður, það virkar þannig að við Hjörvar spilum 1,5 mínútu úr lagi sem við fýlum í tætlur. Það svona rúmlega það ef stemming, 2 mínútur. Svo ringið þið 511-0957 og segið okkur hvort lagi var betra. Fyrstur upp í 5 vinnur keppnina. Og þema í dag, Hjörvar, vilt þú segja hlustendum? Já, það bara Herbert Guðmundsson. Maður þarf að velja sitt uppáhaldslag með King Herbert Guðmunds. Og við, enn við sama lag. Ég veit bara, þó við séum nánast sammála í öllum öðrum listamönnum, þá erum við óbláð sammála á þetta. Það náttúrulega eitt lag sem að gerði Herbert Guðmunds, en ég er ekki með það, sko. Það ekki heldur. Ég ekki með Can't Walk Away. Ekki heldur. Af því að ég vissi ef ég myndi setja Can't Walk Away, þá myndi þú segja, hvað þetta var lesið. Já, ég veit að ég alveg búin að lesa hvað þú ert með. Ég veit alveg hvað þú ert með líka. Já, nei. Það alveg pottitt, ég veit hvað þú ert með. Ég veit hvað þú ert með. Já. Hvort viltu byrja að vera á eftir? Ég skal bara leyfa þér að byrja. Ok, þú leyfir mér það alltaf, en ég skal bara þekka. Það mista flott. Nokkrum mánuðum. En lagið sem ég valið með Herbert Guðmunds tildulega nýlegt og það kom held ég út 2010, mann rétt, og stórkostlegt lag. Það heitir Time, og hvað mikilvægur en tíminn? Já, Herbert veit að það ekkert mikilvægara, og hér kemur mitt framlag í flottulega keppninni. Hlustiði nú, þetta they don't make them like they used to segja, en þetta ekki nema 30 ára gamalt lag, strax orðið klassist. Guðmundsinni og lagið Time og framlag mitt hér í flottulega keppninni. Þemaðið mitt Herbert Guðmundsson. Það ekki að kvarta við þessu, Hörvar? Þetta var fínt lag höfðum maður. Já, þetta er gott kaffi. En þá það Hjöpsinegger. Já, þá koma Hjöpsineggerðum. Já, hvað átt þú? Mitt lag með honum, ég svo hrifin að þegar hann syngur íslensku. Já, þú hefur sagt það áður. Ég svona ólíkt eins og þér og Agli, já ég ofbúðslega hrifin á tungumálun okkar. Já, þú slettir nú aðeins. Það ekkert að líka með Egil þegar kemur að sletta. Mér þykir svo væntum þetta blessaða tungumál okkar og mér finnst Herbert alltaf bestur íslensku. Já, þá veit ég hvað lagið Lagið Svaraðu. Já, það þetta stórkostlegt lag. Ég ætla bara að biðja fólk að keyra út í vegakant og njóta. Það ekki hægt að tapa í þessari keppni. Nei. Þetta framlagan sem Hjöpa hér. Það Svaraðu með Herberti Guðmundssoni. Nú þetta undir ykkur komið kæru hlustendur. Það 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Þannig að við skulum bara hérna opna. Það erfitt að lækja þessu. Það mjög erfitt að lækja þessu, en ég verð því miður að gera það. Og opna fyrir síman og við tökum inn fyrsta hlustanda FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, hvað Herru, við erum góðir. Þetta náttúrulega svona keppni sem enginn getur tapað. Nei, Segðu. En hvort... Já, hann kláraði. Já, hvort ertu Time, maður, eða Svaraðu? Hann svaraði, hann samt að hann uppifæri hann smá prít þegar við ekki hann fyrirsjáanlegur eftirskipti, en kánaðurinn fær stíð. Takkaði fyrir það, elsku vinnu minn. Takkaði fyrir þetta. Þú bjóst við Can't Walk Away hjá mér? Já, hann að búast við því, sko. Það klassísku blöð að taka það. Hvernig ert það annars? Ég heldur góður með þér. Léttuljúfur og kátur? Léttuljúfur, medium rare. Gott að heyra. Það var gott, innur. Takk fyrir að ringja. Það 1-0 fyrir Time, nei, fyrir Svaraðu, ásakaðu. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn, ég heyri nú að það Herbert Saðdánd á línni. Sjálfsög. Það ekki hana hægt. Hvort ertu Time, maður, eða Svaraðu? Nei, það Time. Það Time, en það grjótart. Ég var að missa mig í viðlæðinu, sko. Já, það svo, hann gefur allt í viðlæði þar. Já. Og það bara kemur hann í gýrin. Næstjóru lendur á talvi á viniðinum. Þá getur við tekið brandara minn, sko. Svaraðu, kallinu. Geðveikur brandari. Herru, takk fyrir að ringja. Það 1-1, það spenni í þessu, enda erfitt að gera upp á milli þegar kemur að Herberti Guðmundssoni. Hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Það Time. Það Time. Það var 2 röð. Ég heyri að þetta mikill Time-maður. Já, hann var ákveðin. Nýmóðins. Já, herru. Ég meir í íslensku deildin, en svona þetta bara. Það líka feðgarnir hann saman. Takk fyrir að ringja. Takk. Ok, það 2-1, við fáum hér næsta hlustanda. Hvað segir þú? Já, hæ. Hæ. Hérna, ég fíla Time. Það Time. Já. Ertu búin að fíla það lengi? Já, nei, jú, smá. Já, svona. Ertu að kynna þér þetta? Já. Glæsilegt. Takk hérlega fyrir að ringja. Ok, bye. Svaraðu. Time komið 3-1 yfir. Hvað segir þú, kæri hlustandi?
Það verður að vera Time. Það verður að vera Time, maður. Enda stórkostlegt lag. Ekki það, ég er ekki að taka neitt af svaraðu. 4-1, takk fyrir þetta, vinnur. Glæsilegt. Reynir að sækja atkvæði. FM, góðan daginn. Já, Time. Hæ, Time. Þetta var ekki lengi afgreitt. 5-1 fyrir Time hér í flottulega keppninni. Takk fyrir að ringja, vinnur. Takk eitt umbútt. Takk hvernig hann hefur verið með. Já, hún. Hvað hefðu þú kosið? Það hefur verið Time. Það hefur verið Time, takk fyrir það. Við sjáum hér, hvað hefðu þú kosið? Time, glæsilegt, takk aðeinslega, bye, þetta var að walkover eins og að segja. Já, kemur nóg, ég held að væri, náttúrulega, ég átta mig ekki á því að það er ekki allir jafn hardcore Heppa Guðmunds aðdándur eins og ég, sem að þið hafa legið yfir öllu efnunars. Náttúrulega, Time er eitt af þessu vinsælustu, en svaraði meira fyrir svona the fans. Já, Time er bara svo flott að svo erfitt að kjósa það ekki, maður. Já, ég veit það, en þú svaraðir fyrir svona þessa, þú veist, hardcore aðdándur. Já, romantíska, þú ert náttúrulega lover not a fighter. Já, ég er reyndar lover and Kynnir í samstarfi við Túborg og N1 Keflavík Music Festival. Stærsta tónlistarhátíð ársins verður haldin öðru sinni dagana 5. Bók vikunar á FM 957 er Hringurinn. Æsispennandi bók, hlaðin spennu og full af ást, göldrum, þreytandi foreldrum, heimalærdómi, dauða og vináttu. Gagnrýnendur halda vart vatni yfir bókinni og segja hana samblöndu af Hungurleikunum og Harry Potter. Í tilefni þess að Hringurinn er nú komin í Kilju, ætlum við að gefa nokkur eintök af bókinni næstu daga. Fylgstu því vel með á FM 957 þar sem þú getur nælt þér í eintak. FM 957 og Bjartur. Sólbóðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Við erum stoltir stuðningsaðilar Andrésar Andarleikana. Atlandsolía, Akureyri. Dominos kynnir. Gerðist þetta á miðjum tónleikum, segir. Loksins í bíó. Réðst það bara á? Já, byggð á metsölubók Mikaels Torfasonar. Vitið út af hverju? Já, hann hefur ekki fengist til þess að tala við okkur ennþá. Falskur fugl. Frumsýnd 19. apríl. 10 gigabæt fyrir 500 krónur á mánuði. Tal. Svona á samband að vera. Górilan kunngjörið. 2 fyrir 1 af öllum drykkjum frá klukkan 10 til miðnættis öll kvöld. Górilan Austurstræti. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Þeir að hlusta hér á FM 95 blöð, Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðason með ykkur til 6 í dag. Styttist í lagi á leiðinni heim sem að er stórkostlegt á þessu sinni og hefur aldrei áður verið spilað á útvarpsstöðinni FM 957. Ég get lofa ykkur því að það þurft að setja þetta lag sérstaklega inn fyrir mig. En ég ætla núna að ræða málana. Ég er komið með hann hérna í stúdíu til mín, Hjörvar Hafliðason, sem er sérfræðingur svona mál. Hjörvar, vertu velkominn. Já, takk fyrir það. Það er að sjálfsögðu, þegar ég minnist á málana þá átta sig nú held ég flestir af því að ég er að ræða hér að dætur þeirra Ara og Páls eru fara að fljúga saman í sumar. Já. Það er að segja Jóhanna Edvald, dóttir Ara Edvald, forstjóri á 365 og Eir Pálsdóttir, dóttir Páls Magnússonar, útvarpsstjóra, munu vinna saman í sumar hjá flugfélaginu WOW Air. Já, það er svo sem ekki dumman að tala í íslensku samfélagi í dag. Þetta er rosalegt. Já, þetta er náttúrulega, þegar að fréttin dettur fyrst inn á mbl.is, ég svo sem var ekki við tölvunum þegar þetta gerðist, en allt í hennu var ég með 40 missed calls og einhver 30 SMS hjá mér, já, nákvæmlega. Og menn að spurja svona fyrstu viðbröð við þessu, hvað þýðir þetta? Eru það bara, hvað heldur þú, Hjörvar, vertu alveg reynskilinn, eru þær Jóhanna og Eir, eru þær að fara að fljúga saman í sömu flugvél?
Nei. Nei, það er ekki að fara að gerast. Nei, ég ræddi þetta við Skúla Mogensen, fórstjóra Vóer, og hann fullvissaði mig það að þær myndu ekki vinna saman. Nei, ekki hægt. Það er einfaldlega ekki hægt, þú getur ekki... Geta er ekki orðið vinkunni þó svo að pappi hennar er hjá 365, pappi hennar er með RÚV. Má ég setja þetta svona upp fyrir, Öddi? Ég var að segja að dóttir Saddam Hussein og dóttir George Bush fara að vinna saman í saman fyrirtæki. Það er ekki hægt. Setur það saman í flug? Nei. Það er góður punktur í það, það er sem ég elskar við að fá þig. Nei, sýnir þetta okkur það svo skemmtilega. Það er náttúrulega rosalega eldfjönd ástandinir í Vó núna. Nýra á Vó já. Já, það er náttúrulega, þú veist, En er þetta auglýsingabrella, Hjörvar? Auðvitað má náttúrulega segja þetta séu auglýsingabrella. Það er náttúrulega... Það vekur athygli. Já, þjóðfélag fóru náttúrulega alltaf aðra hliðina. Við sáum það bara á samskiptamiðlunum Facebook að það kommentuðu, nánast allir á þetta. Twitter logaði líka. Já, sjálfsögð. Það er náttúrulega, þetta er náttúrulega... En sérðu hér, Hjörvar, ég verð að spyrja það. Hérna er ég með myndaðin. Þær eru hérna saman, þær eru brosandi. Þær leifa að taka mynda sér saman. Auðvitað, þú ert náttúrulega fótustrákur alltaf, en bóksarar rétt áður en stíga í hring, láta þær ekki mynda þessi saman. Æ, góðu punktur sem ég elska við, þú ert með svo góða punktur. Nei, auðvitað verður, þú veist, þetta verður auðvitað rosalega erfitt og það verður ákveðin kunst fyrir skúlagreið að hvernig hann á að pústa út af þessu. Það er hittast á flugvellinum. Ég minna á hann að senda aðra í Kaupmannahafnarflugið og þá hinn á sama tíma í Londonflugið eða á hann að senda aðra til Frankfurt og láta þá kannski, þú veist, fara til Stockholms eða þú veist, hvað ætla Skúli að gera? Ég veit ekki. Það er nefnilega málið sem að Skúli Mogensen er að lendi núna og hann kannski hugsaði þetta ekki alveg. Hann bjóst kannski ekki við að þetta er þessi sprengja sem þetta verður orðið í íslensku samfélagi. Það er akkurat málið. Og sko, ef að sprengjan í Boston var svakaleg, þá er þessi nú ennþá meiri. Já, þetta er öðruvísi sprengja, vissulega. Já, þetta var virkilega stór sprengja. Og ég verði að gefa reynda Mörtu Maríu það að hún hefur fjallað þetta mál sko af mikill nærgætni. Já, þetta er það viðkvæmt, þetta er eldfimt og óbúslega margir reiðir í þjóðfélaginu. En það er líka það sem að Marta María gerir. Þú færði ekki betri manneski til að fjalla svona mál. Sko, það er sem að segja, því hún er með þetta human touch. Hún er inn í skilin og hún er meir og hérna... Ég held að það hjálp henni í þessu öllu. En þær voru hérna, létu mynda sér saman og eru með zombie og ég segi, veit að þetta er kannski barnalegt að mér eða svona eins og ef ég sletta þess, þetta er kannski naív en ég vona að allir getur verið vinnir bara hjá Váer. Já, þú getur unni í sama fyrirtæki en eitt sem ég get lofaður um Blöndal að þær tvær ekki að vera að vinna saman í sama krúinu, ég get lofaður. Sagði fjölmiðla fulltrúinn Hjörvar Hafliðason, við skulum vona það besta. Nei, herðu, þetta er nú bara neitt rólegt lag á 50-daginn, svo sem ekkert að því. Þetta er Bruno Mottumars. Það er góðu balandari með það. Það var sem meðan. Hefði ekki verið ömulegt að þess að Bruno Snickers. Að syngja til þín, Hjörvar. Þú elskar að kikka í partí, þú elskar að dansa. Já, ég viðurkenna það. Ég verð að viðurkenna það. Það er einhver stúlka sem hugsa núna, okkur fór ég ekki bara niðan í partí, okkur leiði hann ekki að dansa. Já. Hjörvar Hafliðason. Ég elskar að dansa maður. Ég veit það. Bruno KitKat. Já, Bruno KitKat. Það ok, ég held að myndi rakka þennan niður hjá mig. Fannst þið Bruno Snickers allt í lagi? Ég spæði Bruno KitKat betri, sko. Ok, en Bruno Twix? Nei, mér finnst ég. Bruno Toffee Crisp? Það er betra. Bruno Þristur? Það er eða lútarsett í gangi hér hjá okkur. Já, í FM 95 blöð. En Rikki G er nú mættur í stúdíóið og við Hjörvar Hafliðason förum að hverja. Af hverju hann kallaði Rikki, er það eitthvað með G-blettina ekki? Já, hann var alltaf kallað Rikki G-blettur og svo er búið stittað núna bara í Rikki G. Já, ok. Hvað af því að... Af því að hann er svo eini sem fann hann alltaf strax. Ok. Hvað er þessi G-blettur? Þú voru að spyrja Rikka því. Já, veist þú það? Veit ég það? Nei, hendur ég alltaf á lausu. Ok. Ég finn hann ekki. Nei, þetta er svona, þetta er ákveðin kunst, greinlega. Já, Rikki G-blettur maður. Frábært strákur. Hann verður... Ég vissi ekki að það væri stytting fyrir Rikki G-blettur. Það vita hann alveg gæli. Ég held að hann héti á eitthvað Ríkardur Grímsson eða eitthvað svona, sko. Já. En þetta er þá já, okay. Þetta er stytting af því, sko. Ok. En hann verður með ykkur hér, er það 8 í kvöldur ekki? Já, verður með ykkur til 8 því að það er íslenski listin eins og alla aðra 50. Ég fer að ná þessu. Hver heldur að vera á toppnum nú? Hver verður á toppnum? Ef ég mætti ráða þá var það Justin Timberlake Mirrors. Ég fengi að ráða þá verði það Lowrider með eitthvað nýtt lag. Já, ég er samt sko, það voru margir að spyrja mig á Twitter, svona, ekkert að spyrja mig. Já, margir, já, komið að, hvað er þetta að datta félaginu? Það voru að skjóta mig á Twitter hvort það Mirrors þetta gjöruglega spila. Ég hef ekki spilað Mirrors með Justin Timberlake núna í 3 daga.
og ég ætla ekki að spila það núna heldur. Ég er að fara í lagi á leiðin Daddi, leikari, hann er frábær og það er allt gott að fyrir þetta honum. En það er komið að lagin á leiðinni heim sem að er stórkostlegt að þessu sinni og nú verð ég bara að útskýra það. Ég var í dag, var ég að keyra sjálfur. Ég hlusta stundum á Gullbylgjuna. Þú ert svo djúpur, maður. Já, ég hendi henni stundum á. Það kom lag, það var, þú veist, sólskín úti og það kom lag og ég fór í svo gott skap að hlusta á þetta lag. Með hverju var lagið? Lagið með David Bowie. Ashes to Ashes. Nei, það er ekki það. Þetta er David Bowie lag og ég bara, eins og ég segi, ég dætti hrikalega gír og ég hugsaði með mér, herru, þetta lag verður á leiðinni heim. Ég ætlaði að fara að setja hérna á, þetta lag var ekki til í kerfinu hjá FM en það er komið núna hérna inn. Þannig að þetta verður aldrei áður fyrir spila hér. Þetta er lagið Modern Love með David Bowie og ef fólk fer ekki í gír við þetta lag þá er eitthvað að. Sólin skín, 50 dagur, það er að koma helgi og bara, þetta er svo gott lag, maður. Opið í Kringlunni til miðnættis kvöld. Það er hárrétt, það er opið í Kringlunni til miðnættis og hellingur afsláttur í öllum búðunum, endilega að tekja á því. Það er alltaf, er ekki stemning að kíkja í Kringluna þegar það er opið svona lengi? Já, það er bara ég. Ígalega gaman. Já, að gera að tjekka á því. En það er komið að lokum hér hjá okkur Hjörvari, hann er mættur hér í stúdíu, þann Rikki G verður með ykkur til 8 í kvöld eins og ég sagði áðan. Ég var bara að fara að senda á dósum í kvöld, samt. Ok, glæsilegt, gott veður. Já, gott veður, þetta er svona ekta dósasafnara veður. Já, þú segir það. Ég var bara að henda mér í Bláa lónið í sumar. Já. Bara til að hafa efnaði. En takk hérlega fyrir daginn hér og voru sannur heiður að vera með þér hér í dag. Já, sannur heiður að vera með þér. Þökkum kærlega fyrir hlustununa, takk fyrir okkur kæru hlustendur. Við Egill Einarsson verðum mættir hér á morgun klukkan 4 eða 2 harðir. Endilega tekki á því, farið vel með Rikka G. Hann er mætturinn að Rikki, það er veisla framöndunni á þér eða ekki? Jó, það er alltaf veisla. Alltaf veisla, við ætlum að enda þetta á, já, ég ætla ekki að segja neitt slæmt þessa stráka. Það heita One Direction og jú, er þið ekki bara frábæri? Takk fyrir daginn. Hlökkum til að sjá ykkur á Andrésar Andarleikunum. Atlandsolía, Akureyri. I feel like there's something in this house. Frá höfundum Scary Movie, Scary Movie 2, Scary Movie 3. Lizzie, sweetie, there's nothing to be scared of. Og Scary Movie 4 kemur Scary Movie 5. I've come back from worse than this. Frumsýnd 19. apríl. Langar þig á tónleika með Beyoncé í boði Pepsi Max? Taktu þátt í skemmtilegum leik og þú gætir unnið draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt fullt af öðrum skemmtilegum aukavinningum. Leikurinn er einfaldur. Innan á öllum Pepsi Max flöskum er lukkunúmer sem þú skráir inn í Beyoncé appið á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Nú er miðnætursprengja í Kringlunni og svo gaman alveg til miðnættis. Nældu þér í sumarvörur á frábærum afslætti. Sjáðu það nýjasta í vortískunni og njóttu skemmtiatriða auk léttra veitinga. Kringlan, af öllu hjarta. Þitt er valið. Vertu með. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 1,6 milljarða. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Næsta keppni í formúlunni fer fram í Bahrein helgina. Stórbrotin keppnisbraut í hitanum í Bahrein. Þar sem Fernando Alonso hefur 3 fagnað sigri. Formúla 1 í beinni útsendingu og opinni dagskrá á sunnudag klukkan 11:30. Tryggðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það eru Egils Orka og Arion banki sem færa þér Formúlu 1 kappásturinn á Stöð 2 Sport. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraður flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistastöðin FM 957.